Við erum hérna stödd í Kjarnaskógi, einu vinsælasta útivistarsvæði Akureyringa. Það er kannski svolítið skrítið að hugsa til þess að fyrir 70 árum síðan var ekkert skóglendi hérna. En síðan þá er búið að planta 1,5 milljón plantna. En það er ekki það eina sem hefur verið framkvæmt, því við þekkjum öll leiksvæði og göngustíga hérna. En nú er verið að framkvæma og er búið að vera að framkvæma aðeins sunnan við það svæði sem allir þekkja. Og hér er meðal annars völundarhús og strandblakvöllur. Við erum stödd hérna á Birkivelli sem er nýtt leiksvæði og útivistarsvæði í Kjarnaskógi. Hér var hafist handa fyrir svona 4-5 árum að leggja drög að leikjasvæði með íþróttaívafi og við erum svona vonast til þess að við séum búin að klára grunninn að því núna í haust. Og hvað er það sem er hérna á þessu svæði? Heyrðu, hérna er borðtennis á bak við mig og hér fyrir ofan okkur eru strandblakvellir, hér er völundarhús, hér kemur til með að rísa minigolf, hér á flötinni fyrir sunnan okkur er nýtt grillhús og leiktæki og bara nefndu það og þar að ekki þá tengist þetta í rauninni líka öðrum mannvirkjum í skóginum. Þannig að þetta vinnur allt saman. Og hvers vegna var ráðist í þessar framkvæmdir, eða hvernig kom það til? Sko, hluta til er það nú bara af því að gamla grillsvæðið okkar var algjörlega sprungið á Steiningerðisvelli og bara óðst upp af því að það var svo mikil ásókn í það og það er alltaf meiri og meiri traffík hérna í skóginum eftir því sem verið skjólsælli og þannig að það vantar bara bæði dvalasvæði og afþreyingarsvæði. Hver er það sem nota þetta svæði? Er þetta mikið notað? Það er eiginlega bara allir. Það er ekkert sagt að séu barnafjölskyldur eða einhver ákveðin notendahópur. Það er bara flóran. Hér er mjög trygga kuna sem er sko til dæmis gamla fólki sem kemur og labbar hérna á morgnana. Þeir sem eru hérna bara vilja komast á fjöll, þeir strauja hérna upp úr skóginum og það er bara öll flóran í gangi hér. Nú er margt búið að gera, en er þetta einhvern tímann tilbúið? Er einhvern tímann búin að framkvæma? Sko, við viljum ekki að þetta veri tilbúið. Það sem við erum að gera hér er bara að leggja grunn. Við erum að koma með snyrtingar og leggja stíga og tengja þetta við aðra staði í skóginum. Og þannig að sé svona grunnþjónusta á staðnum, eða þjónusta, bara að sé hérna, menn geti haft einhverja afþreyingu á staðnum og það sé tilbúið, en við viljum ekkert að þetta klárist. Af því að það eru strandblakvellir hérna fyrir ofan okkur. Fyrir 20 árum síðan þá datt engum í hug að hlaupa berfættur í sandi út í skógi og slá í bolta. En núna er sá völlur sko fullur allar helgar og alla góðviðrisdaga og menn eru að spila hann á veturnar og allavega. Kannski eftir 15 ár verður íslenska glíman orðin trendið og við verðum með glímupall hérna, hver veit. Við viljum að hér séu bara möguleikar þannig að svæðið dafni í framtíðinni. Já. Kannski lítum aðeins á hérna eitthvað af þessum nýju svæðum. Röltum við ekki bara ekki? Smá hring? Já. Hérna er svolítið sérstakt leiktæki. Getur hann sagt mér frá því? Já, það er nú eiginlega ekkert sérstakt við þetta. Þetta er bara róla, en hún er reyndar sérhönnuð fyrir hjólastóla. Við höfum lagt áherslu við uppbyggingu á svæðinu að það sé hérna aðgengi fyrir hjólastóla og þeir sem eiga sko kannski erfiðar gangheldur en aðrir. Í tengslum við þetta erum við að búa til göngurhring í skóginum sem er kannski 2 kílómetrar en þú ert kannski hvergi að reyna verulega á þig. Þegar mikið af okkar gestum er til dæmis bæði eldra fólk eða fólk sem er að ná sér eftir veikindi og fólk sem er bundið í hjólastól og eitthvað svoleiðis. Þannig að já, við erum að leitast við að hafa þetta svæði aðgengilegt fyrir sem flesta. Nú er rólan hérna bara nánast inn í miðjum skógi. Er þá alveg í rauninni aðgengi út allan skóg?
Það gott aðgengi að þessu hér, þú veit, pína að hafa fyrir því. Ég þarf líka að hafa fyrir því, ég ætla að klifra hérna upp á kletta. En kannski ástæðan fyrir við höfum hana hér upp á hól og inn í skógi, það bara bjóða upp á þá upplifun í rauninni. Það ekki nauðsynlegt að hafa öll svona leiktæki bara alveg föst við malbikuð bílastæði eitthvað svoleiðis. Þannig að menn þurfa bara að hafa fyrir því að koma sér upp á hól og þá hægt að hafa gaman. Og hérna hinum megin við okkur síðan nýja grillsvæðið eða húsið. Já, þarna hús sem við byggðum í fyrra. Afskaplega falleg bygging finnst mér. En þetta í rauninni þetta grillskýlið sem fólk getur farið inn og elda sér steik. Þetta mjög vinsælt að koma þarna hópar og grilli eða í rauninni hver sem getur nýtt þetta. Og þetta hús á að hjálpa gamla húsinu okkar á Steinagerðisvelli, gamla grillhúsinu sem flestir Akureyringar þekkja. Þetta deila álaginu á það. Það erum við að gera upp núna, nýbúin að skipta þak og erum að vinna í því að koma því svæði í gott stand aftur. Það var farið að þurfa allt mikið viðhald og þetta var eiginlega skilyrði til að við hreinlega gætum látið þetta allt rúlla. Það var að smíða þetta hús. Hérna erum við komin í svolítið annað umhverfi og svolítið ólík leiktæki því sem við vorum áðan. Heyrðu, já, ég nú engin uppeldisfræðingur en finnst alveg ágætt að börnin geti leikið sér líka bara tiltölulega sjálf. Hérna erum við í rauninni ekkert að gera nema að við erum að kannski skuttla inn smá trjábólum þegar við eigum eða eitthvað svoleiðis. Og krakkarnir sjá svo eiginlega þetta sjálf. Þau byggðu sér hús inn undir þessum furutrjám. Hér til dæmis snjóar ekki á veturnar af því að furun svo þétt fyrir ofan. Leikskólabörn í bænum sem kom alltaf einu sinni í mánuði og drekka kakó. Og svo hefur verið komið fyrir þessari fínu rólu. Ég held að sé 40 kílóa hámarksþyngd hér. Ég rétt yfir. Við erum með smá jafnvægistæki, eða ekki tæki, við bara leggjum til bólið þegar við erum að grissa og eitthvað svoleiðis. En hér á fólk að skemmta sér bara sjálft, sirka. En svo líka í Kjarnaskógi, það eru rosalega margar trjátegundir hérna. Já, það skiptað náttúrulega mjög mörgum tugum. Við erum með stíg rétt fyrir ofan. Ég hef ekki alveg talið það saman en það þú getur fundið flestar tegundir sem eru í ræktun á Íslandi almennt. Talsvert mikið af einhverju sem hefur verið reynt. Við náttúrulega erum hér var Skordafélag að planta og miklu fleiri, bara félagasamtök í bænum voru að planta og prófa hvaða tré bara yxu og þau voru bara með 2 í sín hvori hendi og það var bara vissi ekkert hvað myndi virka. Þannig að hér var plantað alls konar, sumt lifði og sumt dó og sumt þraukaði. Til dæmis hér fyrir ofan skógarfurulundur. Honum var plantað í 2000-tali í Kjarnaskóg, skógarfurunni. En síðan bara kom í ljós að það var lús sem bara drap hann alla. Og það gerðist all land í rauninni. Þegar var búið að prófa það. En þessu fólki eigum við það að þakka í dag, þá vitum við miklu meira hvaða trjátegundir þrífast hérna. Og þess vegna eru þessi gömlu tré svo verðmætt fyrir okkur. Þetta eru minnismerki bara þróun skógræktar á Íslandi hreinlega.